Ég hef alltaf verið andlega leitandi. Ég ólst upp á heimili þar sem að trúmál voru kannski ekki mikið rædd svona dagstaglega en móðir mín bað fyrir okkur systkjunum reglulega, allavega fyrstu árin. En eftir það held ég að ég hafi verið bara með mína barnatrú, svona eins og margir Íslendingar hafa. En það var síðan þegar komið var á unglingsárin sem að það vaknaði svona meiri áhugi hjá mér að leita að sannleikanum, leita að einhverjum æðri tilgangi með lífinu öllu. Ég var ekki sáttur við það, þetta væri bara það sem við sjáum í hinu veraldlega. Þannig að ég las mjög mikið af alls konar bókum, alls konar sjálfshjálparbókum og ég fór á miðilsfundi og skyggnilýsingafundi og þótti þetta afskaplega spennandi allt saman. Og nýöldin þótti mér líka mjög spennandi og ég sótti alls konar námskeið og var sem sagt mjög mikið á þessari línu. Samt var alltaf Biblían og kristin trú, hún var alltaf í pakkanum líka. En það var síðan þegar ég var kominn svona yfir tvítugt að þá fór ég á mót upp á Snæfellsnesi. Þetta var á vegum eða heyrir undir nýöldina. Þar sem að fólk kom saman á helganámskeiði og var að sækja í orku jarðarinnar og í orkuna frá Snæfellsjökli og þetta þótti mér allt saman voðalega spennandi og athyglisvert. En á þessu móti sem að var í lok ágúst að þá var indíáni sem að kom frá Bandaríkjunum og ég man sérstaklega eftir laugardagskvöldinu þar sem var varðeldur út á túni og við héldumst í hendur í stórum hring og vorum í einhverju hugleiðslu og indíáninn setti fjaðrir á höfuðið og dansaði þarna einhvern dans í kringum varðeldin. Að ég svona aðeins stoppaði við og sagði við sjálf mig, sannleikan er ekki að finna hér. Ég er ekki kominn að endastöð með þetta. Og fyrir mér þá er þetta atvik upp á hellnum á Snæfellsnesi svolítið afgerandi því að mér fannst ég ekki vera á réttri leið. Mér fannst ég ekki finna neina fullnægju í leitminni að tilgangi lífsins og eftir það fór ég að leita svolítið á önnur mið. Og einhverju mánuðum með árum síðar að þá fór vinur minn með mig á samkomu, bauð mér á samkomu hjá kristilegu trúfélagi í Kópavoginum og eins og svo oft áður þá var ég til í að pröfa það líka, mér þótti þetta bara spennandi, ég var opinn fyrir öllu og ég fór að sækja samkomur í þeirri kirkju og þá talaði predikarinn fór dýpra og ofan í Biblíunni heldur en ég hafði nokkuð tíman farið. Og mér fannst svona heildarmyndin verða skýrari fyrir mér. Það var talað göngu Ísraelsmanna í eyðimörkinni í 40 ár og hvernig það heimfærist upp á göngu hins kristna einstaklings, hvernig Jesús Kristur afgreiddi syndina. Mér þótti þetta allt saman ganga upp og eftir að hafa sótt samkomur þarna í tæplega ár að þá bara ákvaði ég að taka trú. Mér fannst ég hafa engu að tapa, að játast Jesú Kristi. Það gæti allavega ekki neitt slæmt átt sér stað. Þannig að á einni samkomu árið 1991 þá játast ég Jesú Kristi. Og það var ekkert stórt sem að gerðist svo sem við það að taka trú. Það voru engar dúfur sem flugu upp frá höfði mínu eða neitt slíkt. Og í stuttumáli þá tóku við svona 7 ár þar sem að ég var svona hálfvolgur í trúnni. Ég hafði haft það svo gott og ég er rosalega þakkláttur Guði fyrir mína ævi því að ég hef fengið að pröfa svo margt á fyrstu 50 árum minnar ævi. Fengið að ganga menntaveginn, átti yndislega fjölskyldu, ólst upp við mikið öryggi og fekk að ferðast út allan heim og hef verið við góða heilsu. Þannig að ég hef haft það ofsalega gott og margir í minni fjölskyldu og mínum vinahópi þeir hafa spurt sig og spurt mig líka
af hverju þarf þú að sækja í trúna? Er eitthvað sem er að hjá þér, Hafsteinn? Ég hef oft fengið þá spurningu. En fyrir mér að taka trú, þetta var heilbrigð skynsemi og ekkert annað. Ég var ekkert á slæmum stað í lífinu, ég var bara að sækja í tilgang lífsins, sækja í sannleikann og þegar ég játast Jesú Kristi að þá fannst mér eins og ég væri komin upp í rétta strætóin. Ég væri ekki búinn að finna lausnin á öllu í lífinu, heldur væri ég komin í einhverja áætlunarferð sem að ég væri núna þáttakandi í og þetta væri vegferð sem að myndi taka mig allt mitt líf. Ef ég lít tilbaka að þá sé ég hvernig Guð hefur unnið í mínu lífi. Hann hefur opnað dyr og lokað dyrum og það voru á einum tímapunkti fyrir allmörgum árum síðan sem að ég gaf Guði líf mitt. Ég gaf honum tíma minn og líf mitt og eftir ég gerði það þá hef ég líka fundið hvernig Guð hefur stýrt hlutum í mínu lífi í ákveðna átt. Það stórkostlega það sem að fyrir þig getur komið, það er að þú takir trú á Jesú Krist, gerir hann að leiðtoga lífsins því að þá muni frábæri hluti gerast.